Halló. Ég heiti Elsa Ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Hó, hó, hó. Óguð. Óguð. Ég dýrka hvað þú elskar litlu bútana mína hérna. Já. Ég elska þið líka. Jesus. Hvað segir annars? Ég er bara svona fín. Svona þokkalegur bara. Blablabla. Bara svona. Já. Jólastressi er svona byrja að keika aðeins inn, en ekkert eitthvað brjálaslega. Nei, af því að við erum eina af þessum pirrandi í ár sem vorum búin að öllu nema 3 gjöfum í október. Og En það er, já. Við erum Nei, það er ég kláraði jólagjöfuna. þú fórst til Bandaríkjanna, skilur Ég veit það, en samt. En já, við erum samt ekki eina af þessum sem er, áttu svona mikið eftir. Já, ég skil ekki. Já, við erum sko búin með, já, sko. ég mæli með að vera snemmi í því. Já. Slepp svona stressi, skilur. Þetta er bara svolítið þér að kenna. Þú getur einhver kennt en nema sjálfur. Ég meina það bara hefur byrjað fyrr. Já. Var eitthvað að stoppa í því? Nei. Sem betur fyrir er ekki eina af þessum. Nei, svo sannarlega ekki. Nei. Við erum vanlega fólki sem er á síðustu stundu. Ekki alveg kannski aðfangadaga Þorláksmessu síðustu stundu. Nei, við erum ekki þannig, sko. En, kannski svona 20. desember, klára síðustu. Já, við reynda þegar við vorum að byrja, þá var Þorláksmessu stress, man ég. Þegar vorum að byrja saman. Ekki, semst þegar við vorum búin að flytja inn saman. Já, sem var alltaf bara eftir 4 mánuði. Já, ég veit það. Já, það voru, að því að við erum bæðið B-týpur. Já, mjög miklu B-týpur. Við þurfum að berjast við allt innan í okkur til þess að vera A-týpa að einhverju leyti. Ég veit það, að því að þegar ég var við Jónu bara, við verðum að klára jólin. Bara Já. við verðum að græða. Þá hann bara, nei, er það eitthvað? Bara já, við verðum að klára jólin. Núna. Já. Það er samt svo mikið stress þá núna og það var samt ekkert stress á honum, allt stressi voru mér fyrir að klára þetta. Já, þegar þú varst út í Bandaríkjunum, Já, ég veit það, en þú virtist vera stressaður en ég yfir þessu. Nei, ok, allt er góð þá. En erst þú með a question? Nei. Já, ok, ég er ekki með spurningu. Nei, ég verð að ræða eitt. Það eru núna, 3 vikur, 2 vikur, síðan ég frelsaðist. Já, ég skil. Nei, sko, ég var alveg frelsuð, en ég bókstaflega frelsaðist. Ég skil. Og já, ég er, hvernig ég ára þetta? Mjög mikill meðlumur í trúnni sem heitir Wicked. Já. Einmitt. Og þetta er ekki grín. Ég dýrka hana. Ég er obsessed. Ég vona að þið alls sjá sömu skoðun. Hún er best. Og Jonni frelsaðist mér að segja líka. Hún er rosa góð. Jonni sá ljósið. Þú verður að fara að hætta að sjá ljósið. Nei, af því að þú sást ljósið. Þú varst hérna áður en nei, þetta er söngleikur. Já, ég veit. En ég er mjög spes með söngleiki. Og svo núna var bara, hvenær kemur næsta mynd? Ég er spennt fyrir henni. Og þú ert búin að vera að tala kenningar og þú ert búin að vera að syngja Defying Gravity. Nei, og What is this feeling? Nei. Þetta er þú búin að... Nei, þú komst heim og sagðir ég er búin að, get ekki hægt að syngja þessi lög. Nei, ég sagði ekki syngja, þau eru föst í heilanum af mér. Já, ok, samluturinn. Og partur af því að þau eru fast í heilanum af mér er út af því að ákveðin manneskja heima getur ekki hægt að syngja þessi lög aftur og aftur og spilar ekkert annað. Nei, ég reyndi að hlusta á jólalög, ég gat svo 4. Já. Svo skipti ég aftur. Ég meiri svo sko, settist niður, var að gera bjórdagatalið fyrir þig. Settist niður og bara, ég er að fara að gera eitthvað jólalegt, nú hlusta ég eitthvað annað. Í alvörunni? Já, ég gat 4 lög og svo skipti ég aftur. Ég veist eiginlega pínu mig í gegnum þessu 4 lög. Jesus. Sko, já, þetta er orðið svona... sko, vægt til orðið tekið myndi ég segja þráhyggja hjá þér. What can I say? I'm in love. Nei, það er Nei, sko, þú ert búin að frelsast.
Mamma er búin að frelsast. Getur hægt að kalla þetta að frelsast og að sjá ljósið og eitthvað. Þetta því að ég vil ekki að við höfum eitthvað orðspor út allan bæ að við erum að byrja með eitthvað köld. Við getum ekki orðið, þú getur ekki orðið Gunnar í krossinum, skilur, þú veist. En þetta er wicked. Það er annað. Ég var bara að koma að því að já, ég get ekki beðið eftir 21. nóvember 2025 þá sé ég framhaldið. Já, klukkan hvað? Þetta var djók, ástu mín, þú það Ætli ég fari ekki á hann í lúxusal svo í kringum 9 kvöldið með þér og öllum þeim sem ég er búin að fá. Hvað ætlum að fylla salin, eða? Nei, bara öllum þeim sem ég er búin að láta sjá ljósið. Þið verður allan að samankomi. Ok. Allavega. Ertu með spurningu? Ég er með spurningu, já. Allir spyrja mig hvað karakter ég virkið þér. Nei, ég er ekki að fara að spyrja það. Ég bæði á Elfaba allan daginn. Og Jóni líka. Mamma er 50-50. Ok, já, gott með það. Ég skal læta. Þið sem er ekki búin að sjá hann að fara. Ég er allan daginn Dr. Dillamond. Já. Já. Þú er meiri Elfaba-eldur en Dr. Dillamond. Ég dyrka Dr. Dillamond. Hún er geggjör. Ok. Allan. Ég er með spurningu fyrir þig. I've heard of a knocks of professor in Quacksnort. Ást mín, stopp nú. Ég vildi spyrja þig. Hver eru uppáhalds jólamyndina þínar? Sem hún verður að horfa á hverju einstað. Einfalt. Sko, listin er svolítið langur. Það er Lord of the Rings. Sem við erum búin að horfa á. Já. Í bíó, by the way, sem er geggjað. Og við gáttum síðan extended í bíó, sem er geggjað. Já, annars hefur ekki farið. Jú, maður er samt alveg farið. Það verður samt að vera extended. Já, ég veit það. Ok. Maður horfir ekkert á Lord of the Rings annars. Ég veit það, reyndar. Svo er það Harry Potter. Síðan við erum að vinna okkur í gænum. Já, við erum komin á mynd nummer 4. Já. Svo er það Love Actually. Geggjuð. Svo er það Holiday. Geggjuð líka. Svo er það Anastasia. Mjög góð. Sko, það eru þær allar sem eru eiginlega bara must. Já. Það er ekki jól án þessara mynda. En svo bætist við svona bónusmyndir sem er svona auka plus. Það er Klaus. Geggjuð. Dýrka Klaus. Ef þið hafi ekki séð Klaus. Og hún er geggjuð. Hún er á Netflix. Teiknumynd en geggjuð. Já, J.K. Simmons er Klaus. Já. Sem er geggjað. En já, hún er uppruna Jólasveinsins. Svo er það The Grinch og Elf. Já. Þær eru hinnar bónusmyndinar. Já. Það eru báða geggjað líka. En þær eru ekki must fyrir mér. Nei, algjörlega. Ekki eins mikið eins og Love Actually, Holiday og Anastasia. Já. Og Lord of the Rings og Harry Potter. Já, þetta. Það er ekki beint jólamyndir en það eru samt jólamyndir. Já, þetta er sem hún verður að klára. Já. Fyrir eða jól. Já. Þetta oft með Harry Potter að byrja með í nóvember. Já. Það er síðan að klára kannski svona síðustu 2 mögulega 1000 annan jól. En þínar ástu mín. Saman með Lord of the Rings og Harry Potter. Og Love Actually. Já. Og Holiday. Það er bara Love Actually er bara einn besta mynd. Það er engin söguþráður en þetta er bara svo þetta er svo hjartlíðandi mynd. Það sem hún fær geisladiskinn það er ennþá vont. Ég var líka að sjá eitt. Já, ég sá það líka hún var með rauðan varlit og já. Þetta er hrikalegt sko. Já, en já, þú sagði líka Holiday. Já. Samt bara geggjað. Jude Law er mjög myndilegur í þeirri mynd. Já, algjörlega. Nei, þú myndalegur í dag en ekki jafn myndalegur. Nei. Síðan fyrir mér sem við erum ekki búin að vera nógu góð að horfa á Christmas Vacation. Það var mín jólamynd þegar ég var að alast upp. Já. Ég hef aldrei verið eitthvað fan af henni. Ég var alveg hort á hana, mér finnst hún allt í lagi. En ég gæti farið restina af lífinu án þess að horfa á hana aftur. Ég skil það ekki. Ég er bara, þetta er svona seen it once
mynd fyrir mér. Nei, fyrir mér. Allan daginn, sko. Þetta bara... En við getum alveg horft á hana. Já, ég sko. En já, hún... Að því núna ég ekki að fara að fljúa til Tenerife á annan jólum. Nei, einmitt. Það var þrótt. Það var hrikalegt. En já, fyrir utan það, já, Klaus er svona eiginlega svona byrjað að vera föst jólamynd. Já. Út af því að hún er bara svo þægileg og skemmtileg. Hún er bara yndisleg. Og einmitt, maður er einhvern svona maður líður vel í hjartanu eftir á. Já. Sko, Elf er mjög góð en hún hefur aldrei verið þarna fyrir mér. Nei, það sem að segja ég að hún sé svo bónusmynd. Já, algjörlega. Að því að hún er svo bjánaleg. Svo bjánaleg. En hún samt, já. Svo fáránlega fyndin samt. Svo reyndar svona önnur bónusmynd er Bridget Jones fyrsta. Já, hún er mjög jóluleg nefnilega. Hún er nefnilega mjög jóluleg. Það er svona, já, það er önnur bónusmynd. Hún er, já, mjög góð og líka bara Renée Zellweger er svo fáránlega fyndin sem Bridget Jones. Tits pervert. Hún er búin að tala mjög mikið Bridget Jones undanfarið í þessum þáttum. Það er bara klassík. Það er geggjað. En á ég kannski bara að byrja þetta? Já. Ég er með mál í dag og ég er svona, þetta er náttúrulega verið að koma í ljós þegar þátturinn kemur út, en ég er svona velti fyrir mér hvort ég eigi að skýra þetta flug, það eru 3 valmöguleikar. Hvort það sé flugnúmerið, hvort það sé nafnið á flugstjórunum, eða hvort það sé nafnið sem að þetta er þekkt sem. Já. En í dag erum við að fara að ræða US Airways Flight 1549. Já, kemur flugfyrirröddin. Finnst þið þetta að vera flugfyrirrödd? Já, þú komst allt í hennu. US Airways. Góðir farþegar, við erum velkomin um borð. Við byrjum ykkur vinsalegast að skorða allan smærri handfangur undir sæti fyrir framann ykkur. Ok, þetta er komin. Allavega hana. Það er 5. dagurinn 15. janúar og árið er 2009. Við erum stödd í New York, þar sem er freka kalt, eða við -5 gráður og það hafði snjóa smá í morgunin. Og -5 gráður í New York er andskoti kalt. Já, mjög kalt. Að því að svo rakt. Einmitt. Þetta er eiginlega eins og -15. Já, þetta er náttúrulega bara við sjóin, þú veist, Atlantshafið. Já. Þetta er alveg brútal, sko. Ég hafði verið hann í 0 gráðum og ég var að, sko, ég hefði viljað 66 dónúlpunum mína. Já. Það var ógeðslega kalt. Þennan dag höfðu 150 manns ákveð að fljúa frá New York, LaGuardia, flugvellinum, til Charlotte Douglas International Airport í Charlotte, sem er í Norður Karolínu. Einmitt, já. Flugnúmerið var 1549 og flugið var með US Airways, líkt og ég nefndi rétt áðan, og flugið var á Airbus A320/214 vél. Þess að bannstrik 2014. En þessi vél, skráð N106 US, var framleidd árið 1999 og hafði reynst öllum bara freka vel. En á sínum 10 ára ferli hafði hún flogið 25.241 tíma. Það er ekkert annað. Það er aldrei drúi spölur. En aftur af fluginu. Allir farþegar eru komin um borð, búið er að loka hurðum og arma eða tengja hurðarnar og vélinn er tilbúin fyrir brottför. Vélinn leggur á stað og er komin í loftið klukkan 15:24. Heimildin fyrir ekki alveg saman hvort hún fór í loftið 24 eða 25 mínútur yfir, en það skiptir ekki öllu máli. Nei. Það sem skiptir þó máli er að vélinn var enn að hækka flug eftir flugtak, komin í sirka 2818 feta hæð sem er 858 metrar. Sem er ekki neitt. Nei. Þegar, og þá 2 mínútum inn í flugið, 135 sekundur til þess að vera nákvæm, lendir hún í hóp af kanadískum gæsum. Nei. Og samkvæmt Sully, sem er flugstjórinn, þá sá hann gæsinar í fjarska. En vélinn var á sirka 350 km hraða, sem var í rauninni of hratt. Til að geta bara... Já, til þess að geta stýrt vélinni burt. Og einmitt kanadískar gæsir eru mjög stórar. Ó já. Það tala alveg að það geta orðið upp í 10-12 pounds hver. Já, þetta er alveg 6 kíló. Já. Cirka.
Það er alveg... En þær eru stórar. Já, stærra nokkuð gæsir. Já, miklu. En þetta verður til þess að gæsir lenda í hreyflunum og er það kallað bird strike. Já. En það gerist tiltölulega reglulega að vél lendi í bird strike. Já. Það er að fugl lendi í hreyfli. Mhm. Það verða til dæmis 13.000 í Bandaríkjunum á hverju ári. Svona mikið? Og það eru þau sem eru tilkynnt. Stundum er þetta ekki tilkynnt. Já, ok. Því kannski er ekki tekið eftir því. Já, það er ekki tekið eftir því fyrir en eftir á eða... Já. Og því er frekar líklegt að talan sé töluvert hærri. Já. Og talan í Bretlandi er töluvert hærri. En þar er talað í kringum 21.000 bird strike árlega. Jesus. Samkvæmt ICAO, sem er International Civil Aviation Organization, eða alþjóða flugmálastofnunin. Ég hef aldrei hugsað þetta sem svona yfirmaður samgöngustofu. Já, alþjóða samgöngustofu. Já, ég skil. En þessi stofnun auðveldar flugsamgöngur og stuðlar að auknu flugöryggi. En hjá þeim voru 273.343 tilkynningar wildlife strikes. Wildlife? Já. Hvað er það að kalla það? Ég er ekki alveg viss. Ég reynda að finna eitthvað. Er það kannski út af því að það er eitthvað á flugbreytinni sem er að hleypa Gæti verið. Já. En þetta er samt í langflestum tilfellum fuglar. Já. En þetta voru á árunum 2016 til 2021. En ég horfði á viðtal við Sully. Já. Og það er áhugað hvernig hann lýsir þessu. En samkvæmt honum þá segir hann að fuglarnir hafi fyllt framrúðuna á vélinni og líkir þessu við mómenti úr Hitchcock-mynd. Í Birds. Það er alltaf ekki mynd. Mæli með. Tippi Hedren er alveg sjúklega góð í þessu. Farþegarnir vissu ekki hvað hafði gerst. Þannig séð. Nei, en myndaðist ekki alveg aldrei ókyrð við höggið. Jú, þeir heyrðu svona háar böng, loud bangs og sáu eld koma úr hreyflunum. Já. Og jú, fundu alveg fyrir höggi, en vissu samt ekkert. Ekki þannig, nei. Nei, en staðan var þá önnur í flugstjórnarklefanum. Þar sáu þeir fuglana koma og Sully segir svo hafa heyrt skrítin hljóð þegar fuglarnir lentu í hreyflunum. Nú? Bara skrítin hljóð við það að lifandi vera að fara í hreyfla. Já, ég meina þannig, já. Já, það er ekki svona öðruvísi hljóð heldur en mætti búistu. Þetta voru allan bara hljóð sem hann hafði ekki heyrt áður. Nei. Og hann segist ekki vita að flugvél geti gert þessi hljóð. Já, meinar. Svo kom mikill titringur og að lokum mikil og vond lykt var að koma frá hreyflunum. Fór það beint inn í kabinuna? Já, það... Út af því að það er dreigið loft úr hreyflunum fyrir þá sem veit ekki. Það kom síðan. Já, einmitt. Aftur að fluginu. Fugl, gæs hafði lent í hreyflunum og venjulega er hægt að vinna með það. Oftast er hægt að klára flugið, kanna svo ástandi á hreyflunum og oft sést ekkert, en stundum þarf að laga eða þrífa eitthvað. Já. En oftast er þetta ekkert vandamál, þannig séð. En í þessu tilfelli þá hefðu stórir fuglar mætt flugvélinni og lent í báðum hreyflunum. Já, meinar. Mikill skaði var á hreyflunum og misti vélinn næstum allan kraft. Það er alltaf að tala thrust. Já. En já, thrust er afli sem hjálpar vélinn að fljúa. Já, ég held að það kallast drifkraftur. Er það drifkraftur? Minni það. Ok. En báðir hreyflanir duttu nánast út samstundis. Jesus. Pröfað var að kveikja á engine ignition og ég var í smá vesinu með að mér finnst þetta ruglandi og þetta er beint frá Sully. Að pröfa að kveikja á engine ignition svo að hreyflanir myndu ná að jafna sig. Þannig að nýri rauninni samt að slökkva hreyflunum. Já. Þannig að ég er ekki alveg viss hvað þetta engine ignition er. Og ef einhver er fróður en ég, þetta má endilega... Ekki notaður lykill, bara eins og bíl til þess að kveikja á vélinni, það? Ég þekki ekki, sko. Ég veist ekki bara... Það er gert það í þyrlum, veit ég. Já, en
Það gæti alveg verið í flugvélum þessu svona, sko. Já, en já, þetta var gert til þess að eiga möguleika á að koma þeim aftur í gang. Leyfa þeim að jafna sig og ef að það var nóg að þá væri hægt að, þú veist, bara vandamáli leyst. Einnig kveikti hann á APU-kerfinu. Býtu. Þegar ég er nýbúin að fara í alla þessa kennslu, þannig ég reyna að muna hvað APU er. Það er það Air Pressure Unit? Nei, Auxiliary. Auxiliary Power Unit. Er það ekki? Auxiliary Power Unit. Já. En það er lítill túrbínuhreyfill sem er notaður til þess að veita flugvélinni hjálparafl þegar aðalhreyflanir eru ekki í gangi. Þó er það helst notað til þess að kveikja á loftkælingunni og rafkerfinu borð. Það er myndum að finnur alltaf þegar búið að kveikja á APU-nu. Já. Sérstaklega ef maður er í turnaroundi og það er heitt. Já, þá kveikja flugsturinn á þessu og... Já, þá fyrir bara loftræstingin á sko full blast og þú bara svona, hérna ég anda. Gekkja. Þannig þetta er oft svona hægt að miða við þessi búið að kveikja á APU-nu þegar loftræstingin fyrir á fullt. Gekkja. Í viðtali við Sully segir hann að það fyrsta sem hann hugsaði þegar raunveruleikinn á því sem hafði gerst var orðin ljós. Þetta getur ekki verið að gerast. Þetta gerist ekki. Þetta gerðist ekki. Svona kemur ekki fyrir mig. Hvað þá eftir 40 ára feril? Og svo hugsaði hann, þetta flug mun ekki enda venjulega. Nei. En hann var sáttur með þá staðreind. Svo lengi sem hann myndi ná að leysa vandamáli sem hann hafði í höndum sér. Hann er eins og bara eitthvað svona puzzle master. Já, hann finnst gaman að leysa þrautir. Nei, veist, hann var bara, ok, þetta mun ekki enda venjulega. Þetta er ekki normið. En ég ætla að leysa það. Það er skilur, bara... Velgert. Hann panikaði ekki. Nei, það voru 5 áhafna meðlimir borð í vélinni ásamt 150 farþegum. Flugstjórinn, Chesley Sullenberger, kallar Sully. Jeffrey Skiles var kóarinn. Aaron Eckhart í myndinni. Já, og svo í farþegarýminu voru Doreen Welsh, Donna Dent og Sheila Dale. Já. Og þær voru gaman á nefndir það, Jonni. Þær voru 3 flugfreyjur. Af hverju voru þær 3? En vanalega á Airbus A320 vélum eru 4. En að þegar voru bara 150 farþegar að þá gátu þær verið 3. Já, það er standard að í kabínu að það verður að vera 1 cabin crew fyrir hverja 50 farþega. Já, þannig að hefði verið 51 farþegi. 151, þá hefði þurft að vera 4 eða 4. Gaman á nefndir þetta, Jónni. Já, ekki málið, Elísa. Það er svo gjálegt. Sully hefur samband við flugvöllin sem þau voru nýfarin frá og lætur vita að þau hafi lent í börstræk og sé á leiðinni tilbaka. Það er plan A. Hins vegar þá hélt vélin áfram að lækka flugið og þar sem hreyflanir eru ekki með neitt kraft er lítið sem ekkert hægt að gera. Hún var þó, bein. Hún sveif bara. Já, sveif. Hún hallaði ekki neitt, hún bara sveif. En út af því þá ákvað Sully að þeir myndu á öllum líkindum ekki ná aftur til LaGuardia. Þá var komið að plan B. Það var að lenda á Teterboro flugvelli sem er staðsettur í New Jersey. En fljótlega komst það í ljós að það myndi þó heldur ekki ganga upp. Bara því að það var of lítill drifkraftur. Já, bara of langt og of mikið þéttbýli. Já, meinar. Þeir þurfti að vera í einhverju annari borg heldur í New York. Já, basically. Já. Eða vera aðeins hærra. Já. Hvað voru í aftur komin hátt? Var ekki 800 metrar? 858 metrar, minna ég hef sagt. Já. Og þegar eru að taka þessa ákvörðin þá eru búin að droppa einhverja nokkur 100 metra býst ég við. Já, þú veist, hún er bara að halda áfram að droppa. Já. Sully kom þá upp með plan C sem var svo sannarlega ekki á áætlun og hefði aldrei verið það. Nei.
og var svo sannarlega ekki það fyrsta sem kom upp í hausinn Nei. á honum. En hann ætlaði að lenda vélinni á Hudson ánni í New York. Sem er galið. Þetta er galið. Þetta er galið. Þetta er ekki breiðast á í heimi, sko. Nei, og inn í New York. Já. Þið sem þekki þetta mál ekki, hugsi kannski, þeir hafa náð að taka mjög meðvitað ákvörðun. Búið var að útiloka 2 aðra valkosti, þeir náðu að taka sinn tíma í þetta allt saman, vega og meta, kosti og galla. Það er svona það sem maður myndi halda. En það var svo sannarlega ekki raunin. Þar sem klukkan 15:29 kemur flugstjórinn með ávarpið fræga. This is the captain, brace for impact. Með ekkert vélarafl og þyngdaraflið að verki þá var vélinn að fara á svipum hraða og lyfta. Það er alltaf að tala um hótelliftu. Það bil 2 hæðir á sekundu. 2 hæðir á sekundu, það er hvað? Ég reiknaði það ekki. 4 metra kannski í loft per hæð, þetta er 8 metrar á sekundu. Það er mjög hratt. Já. Svo lendingin yrði það öllum líkindum frekar hörð. Þarna voru liðnar 5 mínútur síðan að vélinn fór í loftið og aðeins 3,5 mínútu eftir að þeir lentu í börstrækinu var vélinn lent í Hudson ánni. 5 mínútum eftir flugtak. Það er nefnilega bila hvað þetta var stuttu tími. Já. Þetta er bara, þú veist nýfærin í lofti. Já. Skilur þú ert að hugsa skriljón hluti. Já, þannig að fram í fara í gegnum allan tjekklistan og auðvitað ekki græja endalaust. Þetta er það síðasta sem þú býst við. Nefnilega. En eitt skemmtilegt innskot varðandi ávarpið sem flugstjórinn gerði í öllu kaosinu þannig séð og tíminn þaut áfram þá tók hann 3 til 4 sekundur til þess að ákveða hvað hann ætlaði að segja við farþegana og áhöfnina. Hann bara hugsa, ég verða að velja orðinu vel, ég verða að vera hnýtt með þér, farþegani verða að skilja og áhöfnin verður að skilja og svo hugsa alveg svona okkur brace. Ok, það er orð sem allir þetta skilja. Ok, þú veist, brace. Ok, næsta orð. Þetta verður hörlending. Ok, impact. Hann bara fór í gegnum þetta. Það er skemmtilegt að heyra hann segja frá þessu. Já, líka hann mun eftir hugsunarháttinum og svona. Já, og líka það hann mundi eftir því að svona eftir áhyggja finnst hún myndi að vera allt og langu tími. Já. Bara sem að sóa því. Já. Í þetta. En já, hann vildi hljóma örugur og planið hans var að rólegheit hans myndu smitast í hugrekki fyrir alla. Já. Og hann talar þú veist, confidence is contagious. Já. Hann segir það orðrétt í viðtali. Já, svo sannarlega. Já. Ég meina, þú veist, ef heyrir flugstjórinn segja we're going down, þú veist. Það er ekki að fara að gera mikið, sko. En miðað við nauðlendingu á vatni, þá var lendingin frekar smúð. Já. En aftur að hluta vélarinnar lendi fyrst í vatninu og þar að leiðandi skemmtist aðeins í kjölfarið. Sem gerði það að verkum að vatn komst inn í vélina. Þrátt fyrir það, þá hélst hún á floti og vélin heil að öllu öðru leyti. Sem ég finnst gjörsamlega galið. Með að það komst vatn inn í vélina. Já, en ég las á einum stað að stór ástæða fyrir því að hún hélst á floti var svo að bensíntankanir voru ekki fullir og það hjálpaði til. Það var loft í þeim. Já. Ok. Það er ekki ekki. Að þetta var ekki það langt flug. Nei, og þeir vanalega fyll ekki tankana. Það var allan að sagt í Já, þeir vanalega fyll ekki tankana. Það er ekki nema eins og ég fyrir að þegar flugum fyrir að stjórar voru í verkfalli. Þá vissum við ekki hversu lengi við verðum í loftinu. Já, einmitt, jú. Þá var fyllt. Já. En já, vanalega þá er ekki fyllt tankana. Nei. En Sully opnar hurðina inn í flugstjórnarklefan og segir eitt orð. Evacuate. Hurðarnar voru opnar, rennurnar settar út og farþegarnir söfnuðu saman á vængjum flugvélarinnar eða voru á rennunum sem er hægt að nota sem björgunarbát á vatni. Svo sannarlega. Það er ekki öllum vélum, sant? Nei. En þá er bara svélum svona yfir höfuð, ekki? Já, það er hægt.
fyrir eftir hvaða hurð þú ert ásand. Já. Það er ekki á hurð 2 og 3 og 321. Er ekki út af það er vengurinn? Það er ekki vengurinn, nei. Er það ekki vengurinn? Nei, ok. Og þarna biðu þau á miðri Hudson ánni eftir björgun. Viðbragðs aðalar voru þó sem betur fer fljótir á vettvang og líkt og sannur kafteinn þá var Sully síðastur frá borði. Hann einmitt verður að gera það. Samkvæmt lögum í rauninni. Ég veit það, en svo sjáum við dæmi eins og þannig að þegar skipið fór á hliðina, þegar strandaði það fór á nálægt. Það skip fór á hliðina. Flugstjórinn, nei ekki flugstjórinn, kafteinn var fyrstur frá borði. Það? Já, þú veist þannig að þetta er ekki svona Jack Sparrow típa. Já, eiginlega. Þú veist það liggur bara hann einn í björgun og bara tjá. Þú veist þannig að þetta er ekki endilega. Nei, það er rétt. Ótrúlegt en satt, þá lést enginn í þessu flugslýsi. Nokkrir farþegar urðu fyrir ofkælingu og aðeins 5 hlutu aðeins alvarlegri áverka. Já. Ein flugfreyjan þurfti þó að fara í aðgerð þar sem hún fékk skurð á löppina við lendingu. Já. Grunna að það hafi verið önnur þeirra eða sem sagt sú sem var aftur í. Já. Nokkrum dögum eftir slysið var flugvélin fjarlægð úr ánni og árið 2011 var hún færð í Carolinas Aviation Museum í Charlotte. Já. Safnið fékk þó nýtt nafn árið 2022 og heitir núna Sullenberger Aviation Museum og er með sýningu sem heitir Kraftaverkið á Hudson ánni sem er varanleg sýning. Já. En það er það sem þetta er oft þekkt sem The Miracle on the Hudson. Já, einmitt. Ég man sérstaklega til því. Lendingin á Hudson ánni það 15. janúar árið 2009 vakti heimsathygli og kom meðal annars í fréttum hér á landi. Og Sully var álitinn hetja, í raun þjóðarhetja í augum margra. Þrátt fyrir vinsaldinar voru einhverjir sem höfðu efasemdir og þá sérstaklega varðandi þessa ákvörðun að lenda í á inni í miðri borg. Einmitt. Þar af leiðandi var farið að rannsaka flugslysið, sem er nú alltaf gert. Það er alltaf gert. En alltaf samt þægilegt við þetta er að það voru allar upptökur, þegar skilur vélinn er heil og það er öll samskipti skráð og einmitt. þau veist ekki að leita svarta kassanum Nei, einmitt. eða hann týndist eða neitt. Þannig að það er öll gögn til staðar. Já, sem er geggja, sem er því miður ekki alltaf. Alls ekki. Það var The National Transportation Safety Board sem rannsakaði málið. En einnig voru með í rannsókninni European Aviation Safety Agency eða EASA. EASA, já, akkurat. The Bureau of Inquiry and Analysis for Civil Aviation Safety. Hvað er skammstöðun? BEA. En þau voru með líka. Já. Og þau fengu einnig tæknilega aðstoð frá Airbus. Já. Hermt var eftir fluginu, slysinu, í The Airbus Training Center Europe í Toulouse. Og hermt var eftir fluginu í svona simulators. Kallaði simmar. Og þetta er eitthvað sem allir flugmenn verða að gera, minna sér 2 ári. Já, minnst þetta held ég. Farið þá þannig þjálfun. Og þá ertu í rauninu bara, þetta er bara svona svo risastór svona VR-gleru. Já, nema bara heill klefi. Já, ég er að segja það. Þú veist, þannig að þú ert með flugstundakleifan og svo er bara eins og, í staðin fyrir gluggana er bara eins og risastór VR-gleru. Já, og sem getur hent eftir öllu. Það getur hent eftir ókyrrð, eldingu, flugslys, eða skilur bara öllu. Fyrir þá sem hafa ekki farið upp í Icelandair höfustöðunar 9 að þá sem sagt er þessi simmarana og þeir eru á svona þrífót. Já, þetta er svona þrífót svona pumpustöngum eða svona. Þannig að þetta getur verið eiginlega bara, þú veist, bara í 90 gráðu niðum og upp og á hlið og allt sko. Já, þetta er rosalegt að sjá þetta í sem sagt action sko. Það er einmitt, þetta er nýbúin hana initial og þetta var endalaust í gangi þegar við vorum hana og einmitt þau sögðu okkur að það er verið að nota þetta allan sólarhringinn. Já. Þetta er magnað sko. En það voru gerð í rauninni 13, hvað ég segja, svona hermiflug í simunum af þessu atviki.
og af þeim þá voru aðeins 7 sem náðu að lenda aftur á LaGuardia en hinni náðu því ekki. Og aðeins 1 náði að lenda á Teterboro sem var flugvöllurinn í New Jersey. Þannig að tæknilega séð var talið í fyrstu að vélinn hefði geta lenda á LaGuardia og mögulega Teterboro fyrst að náðist þannig einu sinni. En í þessum hermum þá var ekki tekið tillit til the human factor eða í raun bara viðbrögð af því að í þeim dæmum þar sem vélinn lendi heil á húfi aftur á LaGuardia þá vissi flugmaðurinn af því sem myndi gerast og þurfti því þannig séð ekki að bregðast við. Nei, einmitt. Þannig að ákvað var að pröfu þetta aftur nema núna með 35 sekúndna seinkun. Það voru 35 sekúndur þar sem að flugmaðurinn mátti ekki gera neitt, bara bíða. Þegar það var gert var ómögulegt að lenda aftur á LaGuardia eða Teterboro. Þannig á endanum var komist að þeirri niðurstöðu að ákvörðin að lenda á Hudson áni en ekki reyna að komast á næsta flugvöll hafði verið svo rétta og í rauninni svo eina í stöðunni. Það sem er galið er að Sully talaði að hafa aldrei fengið kennslu í ditching. Það er að lenda á vatni. Hvorki frá flugfélaginu sem hann vann hjá né í flughermum. Það var bara ekki boði að lenda æfingu eða æfa lendingu á vatni. Það er fárlegt. Heldur voru aðeins svona lauslegar umræður svona theoretical lendingu á vatni. Í alvörunni? Já. Já, magna. Hann talaði þó að reynsla sín af starfinu og þekking hans á vélinni hafi hjálpað honum. Þá helst hvað varðar forgangsröðun. Já. Því jú, það er margt í gangi og erfitt að velja kannski hvað á að gera fyrst. Hann ákvað og miðað útkomu náði að forgangsraða rétt. En einnig hafði hann aga og það hefur þurft mikið til. Og sérstaklega þá til þess að hunsa allt sem þú hafðir ekki tíma til þess að gera eða bregðast við. Nei. Og það hefur verið, held ég alveg einstaklega erfitt að hugsa eitthvað sem er svona rútín sem þú tæknilega sé átt að gera og er samkvæmt venjulegum verkferlum bara normið og það sem þú gert 100 sinnum en að þurfa að hunsa það og hugsa það sem truflun og möguleika sem þetta skemma fyrir. Já, það er alltaf galið. Þannig að fara gegn í rauninu öllu því sem að þér hefur verið kennt. Á ákveðnum tímapunkti vissi hann að aðeins eftir nokkra mínútur myndi vélinn lenda á jörðinni sama hvað. Það eina í stöðinni var að velja hvar hún ætti að lenda. Sem í þessu tilfelli inn í miðri New York borg var aðeins einn möguleiki þar sem hægt var að lenda stórri flugvél. Já. Og það var Hudson. Einmitt. Það var þá sem Sully hafði samband við flugturnin og lét vita að vélinn myndi lenda í Hudson. Sem sá sem var á hinum endanum á þessu samtali trúði alls ekki. Nei, ég skil það. We're landing in the Hudson. Excuse me. I think I heard that wrong. Seinna komst í ljós að flugumferðarstjórinn var handviss að þetta myndi enda illa fyrir flug 1549 og hann var í miklu stressi í 45 mínútur þar til hann frétti að vélinn hefði lent heil og hófi. Já, geggja. Hann var bara í taugaáfalli. Ég skil það vel. Getur ímyndar að fá þetta? Í viðtali talar Sully að sá sem var með honum í flugstjórnarklefunum hafi einnig átt stóran þátt í því hvernig þetta fór allt saman. Og ég las á einu stað að þeir voru búin að vera í eitthvað svona törn. Þannig að þeir voru búin að vinna saman í eitthvað 4 daga. Já, í röði eða? Nei, bara, þú veist, þeir voru vist að fara eitthvað svona New York, Charlotte, New York, eitthvað svona, það var eitthvað svona sirpa. Já. Sem voru bara sama áhöfnin. Já, ok. Og hvað það fyndið? Og það var, já, þeir voru búin að vera í 4 daga að vinna saman. Sem var hentugt. Já, hentugt. Við veitum hverju við varum með. Já, en svo einnig þar sem Jeffrey Skiles var með 20.000 flugtíma á bakinu, líkt á Sully. Og hann hafði einnig verið flugstjóri. Já, hafði hann verið flugstjóri? Já. Ok. En ef ég man þetta rétt, þá var hann búin að vera flugstjóri á Boeing. Já, ekki Airbus. Nei,
en hann var að vinna sig upp í að vera þetta var ekki búin að vera með tæpbreytingu lengi. Nei, en ég held að þetta hafi átt að vera síðasta flugið hans sem kóari. Þetta var eitthvað svona. Það magnað. En hann allan virkilega reyndur flugmaður. Já, algjörlega. En hann náði nefnilega að halda rósinni. Já. Sully nefnir að þeir hafa náð að vinna verkefni saman í samvinnu í raun án orða. Já, vel gert. Nema þeirra sem voru þörf. Já. En þeir eru bara svona, líka upp á speklu hvern annan. Já. Hann leyfiði líka Sully að taka stjórnina. Sem mjög gott. Já, að því að náttúrulega Sully flugstjórinn en Jeffrey hefur verið flugstjóri, þannig að kannski maður veit ekki, kannski hefði hann svona instinkt eða skiljurum, maður veit ekki. Þetta er nefnilega mjög erfitt og þess vegna þetta æft rosalega mikið í dag sem sagt að það skýr svona hierarkía í fluginu og einmitt það að einhver hafi verið flugstjóri en það ekki lengur Já, að því þótt hann hafi kannski ekki ætlað sér, þá getur vel verið að hann hafi bara geta dottið inn í eitthvað svona rútín sem hann vanur. Nefnilega. En þarna bara var hann í farþegasætinu, þannig séð. Leyfði Sully að taka stjórnina og fylgdi honum í öllu, en var samt tilbúin til þess að grípa inn í, væri þess þörf. Já, sem flott. Og eitt svona fyndið, þeir voru það gott heimi að eftir lendinguna í ánni, vélinn tiltölulega heil, allir á lífi, þá horfðu þeir á hvern annan og sagði, jæja, þetta var ekki eins slæmt og ég held. En í þessu viðtalið og sagði Sully hann bara eitthvað, þetta var samt ekki alveg svona high five moment, en samt svona, Já. Þeir mega pústa yfir þessu sko. Já, nei, þetta er bara svona, jæja, þetta var ekki eins slæmt. Já, einmitt. En þeir voru alltaf bara að hugsa versta mögulega gæti gerst. Einmitt. Og það hefði léttilega geti gerst. 100%. Árið 2010, þann 28. apríl, hlaut áhöfnin The National Air and Space Museum verðlaunin fyrir Current Achievement. Vá. Öll áhöfnin, það rosa sætt myndaði öllum saman. Geggjað. Ég man einmitt sko ekki að horfa viðtölu neitt við hann. Já. En ég bara man eftir úr myndinni að hann sagði að honum leið svo vel að hafa svona reyndar flugfreyjur í kabininu líka. Já. Og það því að hann sagði einmitt að þær kikkuðu bara einn strax. Já, hann talaði að bara örfám sekundum eftir að hann segir this is the captain, brace for impact, þá hafi þær strax byrjað að öskra brace, brace, heads down, stay down. Já. Hann bara heyrði og það óma inn í flugstjórnarklefan bara leið og hann sagði þetta. Sem góð þjálfun og mikið reynsla. Já. Árið 2016 kom svo út myndin Sully með Tom Hanks í aðalhlutverki og það er Clint Eastwood sem leikstir í myndinni. Þetta er Eastwood mynd, einmitt. Já, og einmitt Aaron Eckhart flight officer. First officer, já. En jú, vissulega fjallar myndin US Airways Flight 1549 og þessa mögnuðu lendingu og björgun hjá honum Sully. Og þetta er frábær mynd. Mjög góð mynd. Mæli með. Já. Hún er svona, hún er tense. Úf, já. En hún er mjög góð. Hún er virkilega góð. Þið hafa ekki séð hana, bara horfið á hana. Og líka bara það er svo skemmtilegt að horfa á myndbönd viðtölu við Sully. Hann er svo chillaði gæði, sko. Hann bara, já, minna þetta átti nú bara að vera eins og hvert annað flug, en... Já, hann kom í sko spjallþáttum og eitthvað, og Conan O'Brien og Letterman og eitthvað, sko. Já, og það er hérna geggjað viðtölu við hann á YouTube, þar sem er eitthvað 13 mínútur, sem hann bara situr og er bara að fara mínútu bæ mínútu. Nei. Jú. What? Það var á þessum tímapunkti, þá vissum við að ástandið var svona. Jesus. Og það er magnað. Og líka bara magnað að allir lifðu af. Sko, einmitt, það er nefnilega máli að þetta hefði geta farið svo illa. Já. Þetta flug. Og það er svo galið líka bara að sjá myndina, bara fólki bara á hreyflunum úti. Bara standa og bíða. Akkurat. Eftir að hann Vassbjörgunar sveitin. Já. Í New York, kemur björgaðum.
Nei, það var ekki bara það voru líka fullt af einhverjum smábátum sem sagt, það sem fullt af fólki og þetta er svona pínu ég veit ekki hvort eitthvað tengi við þetta er svona pínu svona Spiderman moment þarna eða muni eftir úr fyrstu Tobey Maguire Spiderman myndinni þegar hann er haldandi á hana vagninum og er að halda í Mary Jane á sama tíma og eitthvað og þá sem sagt er Green Goblin að fara að ráðast á hann og þá byrjar fólk að kasta í hann það var svona this is New York you mess with him, you mess with all of us það var svona þannig moment sko bara segja þetta er svona New York spirit sko sem sést ekki á götunni en sést þegar eitthvað gerist já. Þegar eitthvað bjátar á já, þá eru New York búið að hjálpa ykkur en já annars þá bara takk fyrir að hlusta já, takk fyrir að hlusta skilabóðin sem við höfum út í daginn er að horfa á Sölli og horfa á Wicked já, einmitt og einhverja jólamyndi eins og Love Actually og Holiday og Klaus Klaus, mjög góð en annars þá bara takk fyrir að hlusta takk fyrir og við heyrumst gerum það bye bye